Nú eru þið með uppboð í gangi. Já, við erum með uppboð á einu eintaki, árituðu. Já. Og mér skilst að það sé komið tilboð í það upp á 10.000 krónur frá honum Þórði Njálssyni, bílstjóra hjá G-Tyrfinsinni. Já. Og ég vil nú endilega hvetja fyrirtæki að gera nú betur og hjálpa okkur að gleðja þessar 2 fjölskyldur jólin. Já. Og bjóða nú almennilega í þetta eintak. Þetta náttúrulega alveg einstakt að fá áritað eintak og geta sýnt það einhvers staðar í einhverjum afgreiðslu eða einhverjum kaffistofum. Já. Og verið stoltir af því. Akkurat. Áritað af stjörnum plakatsins. Nú er ég búinn að skoða dagatalið. Já. Og hvernig finnst þér? Ég þarna þið lítið nú bara nokkuð vel út svona byrjar á ofan. Sjúkraflutningamennirnir. Já, er það ekki? Jú. Já. Allir í ræktinni, sko. Allir í ræktinni, er það ekki? Þegar þú ert sjúkraflutningamæður, þá þarftu nú að vera í þó nokkuð svona sæmilegu líkamlegu ástand, er það ekki? Jú, þú verður að vera það, sko. Þú verður að vera það. Já. Og við stundum líka rækt alveg grimt, sko. Já, er það ekki? Jú, en þarna þetta er ekki fyrsta skipti sem að við fækkið fötum fyrir ljósmyndara og gefið út dagatal. Hvað hefði gert þetta oft? Byttu nú við, þetta byrjaði í Gríni 2007. Já. Í þegar ég var fertugur, þá fekk ég svona dagatal í afmælisgjöf frá félagunum. Já. Og einhvern veginn bara vatt þetta upp á sig eftir það og 2008 þá svona byrjaði þetta alvöru þar sem við ákveðum að fara að styrkja við sem sagt fjölskyldur langveikra barna með útgáfu á dagatali. Já. Og við byrjum í að gefa út 400 eintök. Já. Og komið upp í 1500 núna. Já, og þetta er alltaf að seljast það vel. Alveg rosalega. Já, það er ánægilegt að heyra og svona með að þið fækkið fötum, eru þið öll svona ánægð með líkam ykkar að þið bara hafið ekkert til að skammast ykkar fyrir? Já, akkurat, sko, sjálfsmyndin er mjög góð hjá okkur. Já. Þannig að við erum mjög stolt af okkur eins og allir eiga náttúrulega að vera á sínum líkama, að sjálfsögðu. Og svo er það bara svo opbóðslega gaman. Er það ekki? Jú, en svona maður sér það að ykkur finnst ekkert leiðinlegt í þessu myndatökum. Nei, það myndast mjög góð stemning og það er mikið hlegið og haft mikið gaman. Þó hafi kannski verið svo lítið kalt og eitthvað svo leiðis. Já, við látum okkur hafa það samt. Já, er það ekki? Þetta er svo gaman. Allt fyrir gott málefni. Og þarna, svona talandum uppboðið, þá ætla ég að minna ykkur á það hlustendur bæði einstaklingar og fyrirtæki að það er hægt að ringja hér inn eða senda okkur tölvupóst á 963@963.is. Myndi bara setja uppboð í það sem við kallum subject og svo er hægt að senda þér tölvupóst líka, er það ekki? Jú, það er hægt. stefanp@hsu.is. Já. Og svo er hægt að hafa sambandið með líka í GSM 846 6040. Akkurat. Og svo er bara að gera að fara í keppni og ég vil nú koma því að til dæmis að ég fór að skoða reikningin okkar og þá sá ég að það eru hér félagasamtök út í bæ sem að lögðu inn hjá okkur 50.000 krónur og ég vil nú þakka þeim alveg vel fyrir það, mjög fallega gert að þeim og búin að styrkja okkur þarna 50.000 krónur sem er bara frábært. Og eintæki af dagatalinu er á 1500 krónur og við ætlum að vera mjög duglega helgina og vera sýnileg í verslunum Bónus og Kjarnanum og fleiri stöðum. Þannig að ég hvet alla bara til þess að vera með og hjálpa okkur að gleðja þessar fjölskyldur jólin. Þakka fyrir það, Stefán, og gangi ykkur bara sem allra best. Heyrðu, takk kærlega fyrir það. Og verðum við ekki að kvitta þetta út á því að segja gleðileg jól? Jú, bara gleðileg jól. Takk.